Komið þið sæl. Við sjáum að á yfirlitskortinu okkur það gríðar mikil lægð hér suðaustur á landinu sem að stjórna veðrinu hjá okkur og einnig í Evrópu. Hún svona að þokast núna suðaustur á bóginn og til Evrópu og dýpkar og verður mjög djúp 955 líklegast á morgun en það svona vaxandi norðanátt sem að kemur hjá okkur og það hlýnur reyndar svona fyrst eins og við sjáum á hitasviðinu. Það svona svolítið hlý tunga svona til að byrja með og verður frostlaust í fyrramálið og eitthvað fram á morgundaginn. En síðan sjáum við hér bláa litin taka við og á mánudag og þriðjudag þá fer nú snar kólnandi og frystir á öllu landinu aftur. En það var nú svona talsvert frost á landinu í nótt og í dag má segja, tveggja stafa frosttölu svona á Suðurlandi til að mynda. Það var létti nokkuð til hérna hjá okkur á Suður- og Vesturlandi og það búið að ganga á með svona éljum hér sunnan og vestan til og hvítnaði jörð víða og varð alhvít víða á þeim slóðum en hins vegar var nú nokkuð svona víða autt eða flekkótt jörðin hér á Norður- og Austurlandi sem nú kannski ekki venjan en það verður vaxandi norðanátt hjá okkur í kvöld og nótt og það koma inn svona viðvaranir og verða viðvaranir gular á öllu landinu næsta sólarhringinn og við sjáum þar birtast hér detta inn svona hver eftir annari og hríðarviðvaranir verði gildi þá á Norðurlandi, reyndar úrkomuviðvörun sem að mun rauninni gilda hér á Austurlandi. Þetta voru úrkomuviðvörun en það verður hins vegar samt sem áður hríð á öllum fjallvegum á Norður- og Austurlandi. Mjög byljótt veður hér á Suðurlandi og sérstaklega við fjöll og málur reikna með að verði stormur rok, svona staðbundið rok allavega við fjöll og miklar hviður. Þannig að það ekki gott ferðaveður morgun og svona hríðarveður svona smá saman á Norðurlandi. En það hins vegar nokkuð svona hlýtt í þessu fyrst og verður líklegast rigning meira og minna á láglendi fyrir norðan til að byrja með. En og einnig kannski, svona árið kannski svolítið slítukenndari úrkoman seinni partinn en áfram mjög byljótt hérna sunnan heiða og einnig á sunnanverðum Snæfellsnesi og hríðarveður, norðan hríð. Það ennþá svolítið hlýtt í þessu en það svona kólna svona fyrst svona í háloftunum og svo svona skilar kuldinn sér niður og fer að frysta og við verðum detta út svona smá saman þegar kemur fram á svona fyrir nótt mánudag skulum við segja og svona lagast tiltölulega veðrið en við sjáum þar bláar tölur á öllu landinu, frost á öllu landinu, hríðarveður áfram á Norðausturlandi og strekkingsvindur, jafnvel hvassvindur hér austast og nokkuð byljótt áfram hérna undir Vatnajökli í Suðursveitinni sérstaklega. En fínasta veður og nokkuð bjart sunnan og vestan til landinu. Kemur hérna svona snjókomubakki hér inn á landið á þriðjudaginn með snjókomu víða og spurning hvort það kom ekki líka hér inn á Suðvesturlandið svona þegar líður á daginn og það verða él áfram hér við norðausturströndina og strekkingur þar en annars nokkuð bjart og hæglætis veður og kalt í veðri og keimlíkt veður á miðvikudaginn. Önnur lægðabóla sem myndast hér vestur á landinu sem kemur kannski með éljabakka inn við vesturströndina, nokkuð bjart áfram sunnan til landinu og svona fyrir að draga úr strengnum, norðvestanstrengnum hér austast. Síðan þegar kemur fram á gamlársdag sem fimmtudagurinn að þá myndast svona hæðarhryggur í þessu þannig að það verður nú ágætis veður líklegast með þetta en síðan vaxandi suðvestanátt og hlýnandi með rigningu vestan til á föstudaginn eða nýársdag. Víðáttu mikil lægð hér yfir Bretlandi og hefur áhrif sendir kuldaskil yfir hérna norðvestur Evrópu og vonsku veður víða og vindasamt. Það eru viðvaranir út allt í Evrópu en náttúrulega mun hægari vindur hér mjög austalega og en nokkuð gott veður hér á Íberíuskaga hins vegar allavega svona sunnan til og bjart. Látum þetta gott heita verið sæl.